Í kringum Gazastrið, ég var bara pjúra bara suicidal. Við erum bara að vakna, við nennum ekki lengur óréttlæti. Að þá ertu í rauninni að taka valdi yfir því fólki undir þeim formerkjum að þú sért í einhvers konar svona maóískri menningabyltingu þar sem að þú þarft að hafa völd yfir því hvað fólki finnst. Þetta bara leið til þess að halda áfram viljun þessara transfólk. Þetta bara líka bara svona reiknistæmið. Af hverju ættu allar konar að ljúga? Við erum bara að reyna að búa til samfélag þar sem að lög og reglur geta verið með okkur í liði. Sem að segja bara, heyru, það eru bara 2 kyn, mér finnst þetta að vera algjört kjaftæði og það er ekki hægt að breyta sér í konu. Ég mun alltaf berjast fyrir réttindi þess fólks til þess að segja það. Alveg sama hvað Þetta er sammála því. Staðreyndin er bara svo að fleiri karlmenn beita ofbeldi. Já. Bara miklu meira og hér á landi miklu meira. Það eru líffræðilegar ástæður fyrir því. Nei, það er ekkert satt. Helgi, væl yfir því að lífi sé erfitt og þessu erfitt eignast húsnæði og segja. Já, ertu sammála því að fólk eigi bara að fá að vera þeirri skoðun að transfólk sé ekki til? Ímyndaður ef að löggur voru líklegir til þess að berja homma og lesbjur. Í Bandaríkjunum, hvað gerði Black Lives Matter George Floyd dæmið? Jú, ég veit ekki, þetta var frábær punktur hér þar sem hún talar um. En spáðu hvað það vakti marga til umhugsunar og krafan að lögreglan í Bandaríkjunum myndi hætta að myrða fólk sem heldur áfram. Þetta fyrir mér er wokeismi. Já, sko ég nefnilega held að til dæmis eins og þú talar um að lögreglumenn sé að myrða, ef bara skoða tölfræði yfir morða óvopnuðum þeldökum mönnum að það eru þær í rauninni engu samræmi við það til dæmis eins og sem að er raunverulegt vandamál innan þeldökra og þetta er það sem að þú veist Glenn Loury og John McWhorter sem eru hjá Brown og NYU og þeir eru báðir svartir, þeir eru tala miklu meira um það við þurfum að beina kastljósinu að raunverulegu vandamálum um það hvað er til dæmis að eiga sér stað í á strætum Chicago og fleiri stöðum og það sem að ég held að woke gerir er að þá erum við með svona einhverja heildarhugsjón um það hvernig við ætlum að breyta samfélaginu en ég meina, sko, öll þessi litlu dæmi sem eiga sér stað eru, sko, eitthvað sem við notum með vísan til þess hvers konar leiðir við viljum fara í að bæta stöðuna. Þannig að, sko, ég er alveg sammálaður þar en þá þyrftir þú svolítið að svara, sko, þegar þú ert með einhvers konar heildari mynd því að við vitum líka alveg báðir að, þú veist, ef maður skoðar söguna það var engir einræðisherrar sem að sögðu ekki ég er bara að reyna að leita betra samfélagi. Það er alltaf þannig. Þannig að það sem ég er svolítið að reyna sko, að skyggnast fyrir er að reyna að sjá, sko, ok, þú segir, já, við skulum ekki vera að horfa einhver einstæmi út af því að þau einhvern veginn ná eins og með Iman Khalif, skilur við ná svona einhverju hámæli og það verða einhver rosalega svona átök þarna og við einhvern veginn missum sjónar af. Það er hræðilega afleiðingar fyrir heilt samfélag sem er í minniltaf. Já, en sko, það sem ég til mér segir svo, ok, ef við tökum þetta bara Iman Khalif, tökum það dæmi, þá, ég kenni hnefalega og þetta var mér mjög nærtækt ég fer með stelpur út á stærsta mót í Evrópu fyrir stelpur til þess að berjast í hnefalegum ég veit alveg, þú veist, við höfum átt þessar samræður ég meina, hvað gerum við ef það er þannig stelpa sem er kannski búin að breyta kyn ég meina, ég vil ekki að mínar stelpur séu að berjast á móti slíkum einstakling einfallega út af því að það er ekki alveg rétt. En hvað er margir? Hvað var þína stelpur oft barast við fyrir trans? Aldrei, en ég er að segja, skilur við erum að velta fyrir okkur ef að það skilur koma upp. En hvað eru líkurnar? Það eru engar sem betur fyrir, en viljum við ekki halda því þannig? Jú, en sjáðu sem hvað þetta er búið að eyðileggja mikið fyrir heilu samfélagi. Að þetta er eitthvað sem að munur ekki gerast, hefur ekki gerist ekki í þessu tilfelli, en samt sem áður finnst ykkur vert að tala um þetta og skapa alveg gríðarlega mikil skemmt fyrir heilt samfélag og þeim réttum sem þau eru að ná fram, sem er að lifa. Sko, ég held einmitt að eins og með, þú veist, við tökum transréttindi, ég hef ekki sér að segja það var einmitt Jóhannes Þór frá Samtökunum 78 sendi einmitt á mig, hann vildi koma líkið þátt til þess að ræða einmitt transbörn og fleira, þannig að það verður æsispennandi líka, en svo við höldum okkur við þetta, sko, ég held að langflestir séu alveg sammála um það. Já, þið getur fundið svolítið einkennilegt bara, heyrðu, ég ætla að breyta mér í karl bara, já, ok, það er svolítið skrítið en ég held að allir séu sammála um það bara, ok sem fullorðinn einstaklingur, ef þú vilt gera það að sjálfsögðu máttu gera það, það er ekkert mál svo erum við komið með fangelsmálin við erum komið með klósettmálin við erum komið með íþróttamálin Má ég segja mína skoðun klósettmálin? Já, leið mér að klára svo dembum okkur beint í klósettmálin
öll þessi mál eru eitthvað sem hefur afleiðingar fyrir fólk og fólk á að sjálfsögða að fá að ræða þetta en það einmitt eins og ég var að tala um hérna með Woke þar sem þú ert að nota tungumáli til þess að ná tökum á umræðu ástæðan fyrir því og ég held að við höfum séð þetta svolítið speglast í einmitt umræðunum í Mein Kampf að sko réttrúnaðurinn að falla og það kallað bakslag réttilega og ranglega ég talaði við Uglu fyrir einhverjum 3 árum eða eitthvað, 4 árum og þar einmitt sagði ég, sko, ég alveg sammála ég ætla að berjast fyrir réttindi þeirra sem að segja bara, heyru, það eru bara 2 kyn mér finnst þetta að vera algjört kjaftaði og það ekki hægt að breyta sér í konu ég mun alltaf berjast fyrir réttindi fólks til þess að segja það alveg sama hvað Býtu þetta sammála því? Já, ég sammála því að séu 2 kyn en ég ósammála því að fólk með ekki breyta sér Já, ok, ég skilji En óháð mínum skoðun þá ég beri líka virðingu fyrir þinni skoðun að þú segir, heyrðu, ok, fólk getur verið á milli sem náttúrulega, þú veist, allar LGBT menna, B fyrir bi þannig að það viðurkenning á því að það séu 2 kyn inn í LGBT en samt einhvern veginn við að segja þetta sé flúið en ok, þetta flókið mér eiginlega alveg sama, per se En það ekki bara ógeðslega góð staðar að vera? Það bara vera sama Jú, en aftur á móti, ég menna þegar þú ert byrjaður að móta einhvers konar tjáningaskerðingar undir þeim formerkjum að fólk með ekki vera ákveðnum skoðunum það hvað trans og hvað ekki trans að þá erum við komin að rosalega hála nýs Já, en þarna erum við líka komin í svona nerro-dæmi og ég alveg með smá Erum við samt í nerro-dæmi út af því að við erum að tala um heildamyndina Ertu sammála því að fólk eigi bara að fá að vera þeirri skoðun að transfólk sé ekki til? Býtu, ég sammála því að fólk segja að trans ekki til? Ef ég segja eins og ég á þeirri skoðun að transfólk sé ekki til Já. Ertu sammála því að ég megi vera á þeirri skoðun? Þetta kannski hvað mér finnst rétt rátt þú veist, mér finnst það bara galið að þú veist, og ég skal segja hugsun á bakvega það bara hvað kemur þér það við hvaða það ekki punktur, en má ég vera á þeirri skoðun? Já, bara eins og vilt, elsku vinur sko. það bara... sko, og þannig svolítið það sem að mér finnst við vera komin svolítið á hálanís þar sem þú ert kannski með segjum 60 flugvirkja og hann bara hérna í vinnunni og hann að vinna í Icelandair og hann segir á Facebook, hann kannski fullur í fríi á tenni, hann segir á Facebook hérna, heyrðu, það er bara 2 kyn, mér finnst hitt bara vera algjört kjaftaði en to each of his own, bara mér alveg sama það komið ákall í það að hann megi ekki vera á þeirri skoðun og að hann eigi helst Nei, ég að taka dæmi skilurðu, en það eru samt sem áður aktivistar að reyna að hafa áhrif á til dæmis umfjöllun fjölmiðla og umfjöllun þessi mál og það þetta sem að ég tel að sé rosalega hættulegu braut út af því að alltaf þegar það verið að fara í það að móta einhvers konar tjáningaskerðingar að þá leiðir það stoppar aldrei þar og strax svo að fara að gefa eftir í þessum efnum að þá alltaf næsta mál og næsta mál og næsta mál og það þetta sem ég hef áhyggjur af og sérstaklega með Woke út af því að það alltaf, sko, kyndilberanir alltaf þeir sem að hafa hæst og þeir sem að vilja ganga lengst og ef þú ert ekki ally, eins og þetta oft kallað að þá þú, sko, þá þarftu að mótast eftir þeim farveg sem búið að leggja og það svolítið þetta sem ég mitt held að það verði að en það þarft þess ekki, sko og ég hef líka bara eins og það sem að mér veist líka svona áhugavert með við tökum bara alla kökuna þú veist, grunnurinn af þessu öllu saman að fólk fái bara að vera nákvæmlega eins og það vill og það kemur engum við eins og bara nú á ég hánvini og ég segi bara, mér finnst þetta bara mjög ég þarf að ég panika ég að fara að segja ég fekk sérst bara mjög sagt að ég var bara að tala eins og ég sé að tala um skáldið og okkar skáldið fallegt og eitthvað svona og auðvitað fæst mér þetta skrítið fyrst að því að þó ég sé hommi þá þetta nýtt fyrir mig líka og svo fattaði ég bara þegar þetta segði bara eins og þú talaði við hán eins og þetta sé ljóðskald og ég bara eitthvað gerði það og það var alltaf lægi og það skipti mig engum máli það var bara, ég var meira hræddur að ég myndi þú veist segja eitthvað vitlaust sem að ég get alveg viðurkennt að ég skil að fólk sé hrætt við það en það mjög fastur af því að þegar kemur eitthvað nýtt á nálinni þá þeirra að fræða og þeirra að leiðbina það bara, og ég veit að fólki finnst það mikið á þau lagt og við þurfum bara að hjálpa stað en það svo sem bara
þannig að því að ef ég myndi koma með eitthvað sem frekar nýtt á nálinni og fólki þetta skrítið eða öðruvísi þá bara, þú veist, minna ég hán, en ég skil að þú skilur ekki, eitthvað svona en það sem Má ég skjóta einu inn í? Já. Finnst þér ekki svolítið einkennilegt að þurfa að vera hræddur í góðra vina hópi? Það Jú, þetta var algjörlega nýtt sko, en svo einhvern veginn þegar ég fór að spá meira í þessu þá fannst mér ennþá meira galið að ég skuldi vera eitthvað að spá í því. Ég bara, þú veist, ég vil vera, ég er hán og þá notar þau fornöfn sem að gilda við sama og skáld. Og það var bara svona, ok, þú veist, skrítið einu sinni, en hvar ég að vorkenna mér í einhverja smá stund af því að manneskjan vill bara vera hán, skilurðu. Og það bara einhvern veginn og ég meina, þú veist, ég á enga nánavini og ef ég myndi eiga nánvin, þá myndi ég bara læra meira, skilurðu. En einhvern veginn, ég get ekki ímyndið mér að hvorki þú eða vininir eigi mikið af hánvinum. Nei, ég á ekki mikið af hánvinum. Það er svona... En aftur á móti, sko, ég meina, ok, tökum við þessi víðari skilningi. Þannig er þú að tala með mig, sko, þú veist, þú þarf svolítið að vera á tánum, þú þarf að vera búin að fræða þig. Bara eitt skipti samt. Ok, já. En þú veist hann hrættur að þú mistir, skilur við. Þannig að þið brást næstu í bókalistin, hann núna rétt hana, þú veist hán. Já, þú veist, þetta ennþá nýtt, en þetta er sama ef að sko, þetta er sama ef þú myndir bara láta mig vita að gefa mér eitthvað disclaimer sjálfa þig, sem að bara gæti verið hvað sem er. Og mitt eðli er bara eitthvað, ég virði það alveg. Þú veist, þú myndir virða mig að vera með blátt hár. Skilur við, það er bara, þetta er kannski skrítið og af hverju myndi aðili gera það. Já. En ég minna, hér er ég bara og ég er næs gæi. Já, skilur sko, já. En annað mál sem ég langar að taka fyrir, það sem mér finnst mjög, sko, sem mér finnst vanta svo mikið í umræðina, að það er rosalega mikið verið að, eins og bara ef við tölum einhver kall, þóttist vera kona, fór inn í kvennaklefan. Það var bara mesta sprengja í heimi. Svo var eitthvað annað mál þar sem að, sko, manneskjan kom fram og var bara eitthvað, ég veit ekki af hverju að sprengja þetta upp. Þetta var mjög óþægilegt hvernig þetta svona var og þannig er annað komið, þú veist, einsdæmi. Talandi það eins og í Bandaríkjunum, allt í einu dragdrottningur á vandamálið og það má ekki segja don't say gay í Flórida, lestrastund með dragdrottningu var bannað, var með þess að refsivert og ég get haldið endalaust áfram. Ég ætla að koma með hot take hérna. Mér finnst það pínu einkennilegt að vera einhvern veginn að sé svona mikil áhersla lögð á það að dragdrottningar þurfi að hafa aðganga börnum til þess að vera einhverju sög. Af hverju börnum frekar eitthvað annað? Já, ég er að segja það, af hverju, en mér finnst það bara einkennilegt því að af hverju er áherslan lögð á börn? Af hverju er þetta drag? Af því að sko, þetta er bara sama að vera að sjá sko einhverja manneski í leikhúsi. Þú sér leikhúskarakter, þetta er drag, skilur þegar þú varst 5 ára og sást ávöxtakörna, þá varst þú bara wow, Immi ananas, af því að hann var bara eitthvað nýtt og í búning og geggjað, það er drag. Þetta er bara tjáning og listform. En af hverju þurfa þau samt, skilurðu, ef að fólki mislíkar það að börnin sín séu í þessu, eiga þau ekki að hafa rétt á því að börnin séu ekki að horfa dragdrottningar lesa verið bækur? Já, en af hverju ætti ekki að horfa dragdrottningar? Það er bara þeirra að ákveða það. Já, en þann kemur unni grunnurinn af því sem ég ætla að vera að segja. Að því að það á að vera bara eitthvað, oh my god, þær eru svona, þær geta, veist, ég veit ekki hvað, gyrnst börnin eða breytt börnunum þeirra. Ef við förum í smá, bara svona statistik sem að gleymi stundum og ég með það hér. Hvað er með það? Og það er alltaf verið að halda... Mér finnst þetta mjög gaman. Já, þetta er gaman, þetta er gaman að tala við þetta. En ég ætla bara svona að svona fara aðeins yfir tölfræðina. En það eru til dæmis menn sem að eru mjög tróna á toppnum á ýmsum málefnum sem að enginn talar enginn einstæmi, enginn, það er ekkert sem að einn maður gerðir sem reflektar á þeirra samfélag, þeir standa algjörlega óhaggaðir þangað til að MeToo kom. Skilur mig? Og þegar það kom... Nei, ég skil ekki. Já, höldum áfram. Það er satt 99,7% sem hafa verið kyrtir af karlmönnum.
Þetta er 0,3% sem eru konur. 99,6% hafa skvett acid. Já, Sýru á þolanda sinn. 99,3% af þeir sem hafa verið handteknir fyrir að horfa á barnaklám eru karlmenn. 99% hafa verið með mass shootings eða fjölda já, bara árásir og þetta heldur endalist áfram. Á þessum lista er 90% það neðsta alveg upp í 99,7. En þá eru að tala um nauðganir, morð, incest, ég veit ekki hvað þeir eru sko. Það er sifjaspell, ofbeldi, kynferðisofbeldi gegn börnum, kynferðisofbeldi gegn dýrum, terrorisma, ég get haldið endast áfram. Okay. Og hér er ég með líka allar linkana á all statisk tölfræðina. En hver er punkturinn? Punkturinn er að konseptið woke ekki leið fyrir kallmenn til að villinæsera eitthvað sem er að halda þeim ábyrgum fyrir eitthvað sem hafa gert. Ég skil þig. Nei, ég skil alveg hvað, sko, og samt sem áður, tölfræðin þurfa alltaf að vera horta á í hlutfalli við þann fjölda sem er í samfélaginu. Karlmenn það er alveg rétt, skilur að karlmenn hafa valdið hræðilegum atburðum. Það er bara ekki spurning. Öllum hræðilegum atburðum. Hvað er með eitt sem að konur tróna á toppnum sem að hafa algjörlega meitt kallmenn annað en að skapa MeToo movementið og reyna að halda mönnum til að taka ábyrgð af því að hafa beitt öðrum ábyrgði. Hefur þið séð myndina Red Pill? Hún er frekar góð, sko. Er þetta ekki eitthvað nýtt? Nei, þetta er frekar gamalt, en hún fjallar það að hvernig í rauninni feminismi hefur í rauninni haft slæm áhrif, ekki bara á karlmenn heldur líka konur, og þar talar Ellen Pritchley það að þegar að karlmenn hafa gerst uppvísir af heimilisofbeldi að það veru í langflestum tilfellum konuna líka beita þá ofbeldi. Ofbeldin er einhvern veginn svona gátt sem að opnast fyrir þar sem að karlar og konur eru í rauninni í ofbeldi sambandi sem virkar á báða vegu. Ok, en er þetta ekki deflection sem vart að gera? Nei, ég að velta upp punktunum, skilurðu. Við viljum náttúrulega bara koma í veg fyrir ofbeldi, fattaru. Það að einhvern veginn ætla úthúða drengi, til dæmis eins og ég fjallaði það. Ég ætla ekki að það tengist ekki drengjum, þegar það er önnur umræða. Við erum að tala fullvaxna kallmenn sem að hafa nú, þú veist, þetta er statistík sem að drengir er ekki inn í þessu. Drengir verða kallmenn. Já, en drengir er ekki partur af þessu. Nei, en drengir verða að þessum kallmenn. En hvað ætli þið kallmenn að gera fyrir drengin eitthvað núna til þess að þeir beitingan ofbeldi, líði vel, þrífist, gangi vel í lífinu og eiga sko kærleiksríkt og gott samband innan síns sambands í framtíðinni. Að því að ég sé ekki orð frá gagnkynhneigðum karlmanni sem að segir ok, strákar, hóum okkur saman 100%. Hóum okkur saman, fótboltalið, fundir, hvað gerum við, hvað þurfum við að gera, hvernig sínum við fordæmi. Ég hef ekki séð einn fund af pöbbum, ekki það kannski fóra fram mér, en hvernig er ekki kallaðir fram fund, bara stórir fundir í einhverjum skólasal, þar sem að mennirnir taka initiative, hvað er það? Svona frumkvæði til þess að passa upp á drengina sína. Hvernig má það vera? Ég vil ekki tala um eina aðra bíómynd. Ég er að spyrja það núna. Nei, ekki aðra bíómynd, en þú hefur heyrt hugtakið collective guilt, þar sem að þú sameiginleg ábyrgð ákveðina glæpa. Ég held að farsælegasta lausnin sé einmitt ekki að einhvern veginn segja, heyrðu, karlmenn bera ábyrgð. Ég meina það er líka... Ég er ekki að segja karlmenn bera ábyrgð, ég er að segja af hverju er ekki frumkvæði frá þeim að taka þátt í þessu. Af því að hinga til hafa konurnar og mömmunar meira og minna séðum þetta og þau fordæmi þar sem að heilbrigðir kærleiksríkir karlmenn sem að þrífast vel innan sinna fjölskyldumunsturs reflektar á sinni þeirra. Og þá vil ég hæra hvað þér finnst, ekki hvorki bíómynd eða hugtak. Ég er á því að það sé ekkert við.
Ég ekkert á því að við séum einhvern veginn að við berum ábyrgð á því af hverju eru við sem því sínu fordæmi. Ég held að það sé líffræðilegar undirstöður af því sem af hverju þessi tölfræði eins og hún og ég held að það að til dæmis að tala niður drengi og tala eitraða kallmennsku og tala það að við séum einhvern veginn berum sameiginlega ábyrgð á einhvern glæpum heimsins sé bara ekki farsælega lausn í því að reyna að leita því hvernig við fyrir frið í heiminum. Sko stríð eitthvað sem stríð eitthvað sem fasti. Stríð eitthvað sem hefur alltaf verið rosalega prevalent. Friður einhver bara svona hugtak sem hefur eiginlega rauninni komið fyrst fram bara fyrir skömmu og það að við séum einhvern veginn að reyna að móta okkur að þeirri niðurstöðu að karlar þurfa einhvern veginn að bera ábyrgð á öðrum köllum og taka ég held að þetta verði til dæmis ekki eins og ég er búin að vera fjallað mjög mikið ég held að þetta verði ekki bætt með því einhvern veginn að taka utan drengina. Ég held að strákar séu bara allt öðruvísi en konur. Ég held að við þurfum ekki meira umhyggju. Ég rosalega sammála. Ég er sammála að því leyti að það algjör misskilningur hvað kallmennska Já. Kallmennska sem að mér finnst kallmenn ekkert representa neitt rosalega vel. Áttu konu? Já. Já. Þegar þú ert með vinninum og þú ert eitthvað, bro, yo, eins og ég Nei, þú ert búin að vera ótrúlega indæðlega góð mig. Þegar þú fer til konuðinnar þá ég svona. Langar ekki bara, ertu ekki bara að dúlla upp í sófa, knúsast og segja frá, þú veist, hvað gerst fyrir daginn eða hvort þið líði eitthvað illa eða hvort það sé eitthvað böggaði? Nei. Okay. Jú, ég meina, ef mér líður eitthvað illa og eitthvað að bögga mig og bara segja það við hana og við reynum að finna lausna. Já, en eftir að ringja í... Ég ekki eitthvað svona... Geturðu talað um tilfinninga við mig? Já, ég meina sko, ef mér líður eitthvað illa, þá þarf ég að finna lausna því hvernig mér hættir að líða illa. Ok, en mér langar að fara aðeins tilbaka, af því að mér finnst þú hafa alltaf... Það sem þú ert mjög góður í... Það sem þú ert mjög góður í er að færa þetta alltaf svona hingað, við erum hér... Nei, ég er að svara hver þá vil ég vita hvað þú segir varandi fordæmi og hvað kallmennska lagalegu fordæmi þá? Nei, fordæmi gagvart ef þú átt son skilur við. Já, fyrirmynd. Ef að þú ert hérna með vinninu að drekka bjór og það er bókina Mia Khalifa maður gauður að berja og sonin inn í sófa, þú veist þetta er fákveð fordæmi. Þú nærð mér fullkomlega. Ég er að tala bara ég er að tala líka svona kallmenn. Karlmenn ekkert svona, Helgi, þú veist þetta alveg. Þetta er pínu stemmingin. Þetta er pínu stemmingin í kallmannsvinahópum. Nei, Helgi, það er ekki fætt. Sko, kannski í þínum kallmannsvinahópum. Nei, við erum meira hér, sko. Já, ég veit það, en karlmenn eru alls ekki svona. Ok, en það sem að, þetta er alveg rétt hjá þér, ég get alveg, kynnt þessu. En það sem ég vil heyra frá þér og þínum hugsunum raunverulega hvaða hlutverk geta karlmenninir og papparnir spilað til þess að synir sínir þrífist og lifi vel í kærleika gagnvart sér og öðrum. Ég held að við þurfum að tilgang. Okay. Ég held að við þú og ég reiðum okkur á það að karlmenn fari út að vinna hvern einasta dag og vinna í mjög hættulegar aðstæður í mjög erfiðum vinnum. Byrðu að tala núna? Þá er ég bara að tala um heildarsamfélagið. Við reiðum okkur rosalega mikið það á iðnaðarmenninni vinni, við reiðum okkur rosalega mikið þá að sjómenninni vinni, við reiðum okkur rosalega mikið á bara í rauninni hagkerfið og það hvernig við dreifum þessu fjármagni, þó svo ég veit að þú með þínar ákveðnir hugmyndir hvernig fjármagn virkar og þannig. Við reiðum okkur á það að karlmenn og ég held að sko það sem hefur kannski aðeins skort einmitt að við erum búin að vera að tala um eitraða karlmenn sko og búin að vera einhvern veginn að móta okkar ímyndum karlmenn það að þeir séu já þeir eru svo hræðilegir og mikið ábeldisgleðum reyna einhvern veginn að máta þessar svona collective guilt svo ég fá að sletta aftur yfirfærum það yfir það á það hvað finnst karlmenn og þeir eru eitraðir en ég best til þess fallin að koma til móts við þá byrju leið mér að klára þessi hugmynd hefur mótað tilgangsleysi drengja og við höfum einhvern veginn og þess vegna held ég sko til þess að íþróttastarf sé rosalega mikilvægt, ég held að íþróttastarf alltaf verið að tala um einhverja klefamenningu og eitthvað ég tala við ótrúlega marga sem eru í efstu deild, allir sem að tala um klefamenningu voru aldrei í íþróttum, hafa ekki hundsvit á því hvað fer fram í klefa og eru bara, já, ég veit alveg hvað er að gerast inn í klefanum, þeir eru bara að tala um að nauðga stelpum helgar, þetta er bara kjaftaði en samt, við vorum að heyra þetta bara gennum Me Too, þar sem að mannst getur þessu hugtaki, klefamenning KSI og þetta sko, það sem að